Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum verið að ræða svolítið Breiðholtið að undanferðinu og það hefur verið nokkur umfjöllun þær samfélagsbreytingar sem að hafa átt sér stað í Breiðholtinu og kannski getu borgaryfirvalda og kannski samfélagsins til þess að mæta þeim. Hingað er komin til að halda þeirri umræðu áfram og Óskar Dýrmundur Ólafsson, þú veit hvað, hverfisstjóri í Reykjavíkurborgar, hvað heitir þetta? Ég var ráðinn upp að linsa hverfisstjóri, en í dag er ég titlaður framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri Hverfismiðstöðvar. Hverfismiðstöðvar Breiðholts. Já, sem er hverfismiðstöð Breiðholts. Sem nær yfir þessi 3 hverfi, eða hvað? Já, Efra, Neðra og Selja. Já. Þannig að þetta er svona, og svo eru við, köllum við þetta bara allt saman Breiðholt og... Já. En þetta eru ólík hverfi? Já, það er hægt að segja það, þessi munur á þeim. Já. Það sem við höfum verið mest að ræða núna er eiginlega Efra Breiðholt, Fellahverfið og svona yfir í hólana. Það sem er hæst hlutfall innflytjenda í borginni og líklega bara á landinu. Kannski fara að slaga bara upp í Vík í Mýrdal. Já, ekki segja það. Þannig að þetta er sérstakt hverfi og skiptir máli kannski svona hvað þar að vera. Við reiknum með því að þetta er svona hluti af samfélagsbreytingu sem eiga sér stað hérna. Já. Að hluta til ekki vegna þess að Fellahverfið og aðeins yfir í Hóla og Berg hefur verið svona lágtekju svæði í Reykjavík lengi. En nú vil bara svo til að lágtekjuhóparnir núna eru að stóru leyti orðnir innflytjendur. Hvað segirðu það? Sko, ég held að það er þetta kannski alhæfa þetta. Já. Innflytjendum fylgja þetta mikil verðmæti og ég held að í hópi innflytjenda sé mjög breiður hópur. Já, sko. Við erum ekki aðstöða, við erum að reyna að ræða þetta, svona áskorunar og vandamálin sem fylgja þessu, án þess að nokkur haldi það að með því sé verið að tala að fólki eigi ekki að koma hingað. Já, en það sem ég er að meina sko að hverfið okkar í Breiðholtinu er mjög fjölbreytt og hefur alltaf verið það. Og rökin sem ég færi fyrir því eru að komi upp að við sama fólk alls þar á landinu og fluttið þarna inn og í alls konar híbýli og með alls konar bakgrunn og það er líka þannig í fellunum að við svo leiti sko þó að þarna hafi komið hæst hlutfall félagslegs húsnæðis upphafi og verkamannabústaðir akkurat og þessu miklu breytingar sem urðu þá við erum að sjá aftur sko dýnamík farnar stað á síðan 10, jafnvel 20 árum þar sem að fólk kemur alls staðar á heiminum, ekki bara alls staðar á landinu og endur skapar þannig sér samfélagið. Og þetta er mjög áhugaverða breytingar ef maður svona fer að setja það þannig upp. Og í þeim hópi er mikið fjölbreytni. Það er alveg rétt hjá þér að fólk er með lægri tekjur sem býr kannski frekar í félagslu húsnæði eða eitthvað slíkt sko, en við höfum auðvitað ákveðna tölfræði hverfið og þekkjum það loggjörlega að starfið þarna og tekjustig endurspeglar ekki alltaf þá félagslega stöðu en getur gert það. Það sem við sjáum og það sem er mælt að það er þannig fólk með lægri tekjur þarna er hærra hlutfall félagslegs húsnæðis heldur annars staðar þannig ef við ættum að jafna það í borginni þá ættum við að vera að byggja félagslegt húsnæði í Fossvoginum og 107 og víðar. Við erum ekki að því. Já, það er þetta verið endur sko skipuleggja eignastöðu til félagsbústaða. Þannig það er í gangi eitthvað stefnu það að svona, kaupa húsnæði annar staðar og draga úr eignum í Fellahverfi sem dæmi sko. Já, það sést varla þegar maður er að skoða sko þróun á milli ára sko, þetta er eitthvað getur vel verið þessi plan sko en þetta er ekkert sem hefur nein árif eins og komið en við sjáum þetta allt saman. Akkurat. Og þetta er staðan og ég var í Fellunum þegar ég var 14 ára, 15 ára og þá kom ég úr Vogakorinu og ég var í bekk, mér var sagt það eftir á, að ég var í bekk krakka sem að sóttu einu degi og seint
í fellskólanum. Það dugði í heilan bekk, þannig getur ímyndaði sko innstreymið af krökkum sem að voru þarna. Akkúrat. Og þetta var náttúrulega ótrúlega degla. Þannig ég þekki það alveg að búa í svoleiðis hverfi. Ég meina Vogahverfi var á sínum tíma var þannig svona, það voru talað Vogavillingana og svo var talað Breiðholtsvillingana og þetta fylgir því það sem svona degla. Já, já. Og við erum ennþá með í því. Þegar ég var ég get alveg rifjað upp, ég var reynda fellahellir og það var svona tilraun til að ná eitthvað utan þessa staðrind, það kemur svona mikið. En þegar svona í gangi, þá þarf náttúrulega hverfið eða borgaryfirvöld eða stjórnvöld að bregðast við með einhverjum hætti til þess að einhvern veginn styðja þessa deglu sem þarna og það kannski það sem við erum að ræða. Akkúrat. Hvernig öktu við þegar við stöndum frammi fyrir vanda sem ekkert, þú veist, og vandi, það borgar sig að leysa vanda áður að verða vandamáli og það kannski spurningin, erum við að leysa vandan sem þá svona semi-jákvætt hugtak áður að verða vandamáli sem neikvætt hugtak? Sko í þessari miklu gerjun sem að eiga sér stað, svo ég var að vísa þess til á það. Og við erum kannski að tala þá þennan innflytjenda vinkil á því að það að koma fólk alls staðar á heiminum og setja stað. Og það sem þetta líka við erum búin að sjá í greiningum félagsfræðinga og fleiri að í Breiðholtinu setjast meira að fjölskyldur og það sem börn eru. Og þetta skapar áskoranir í íslensku þekkingu að fólk að læra íslensku vill gera það, við þekkjum það og að bara sennilega ná bara utan það að vera flutt hingað, skilja út á hvað þetta samfélag gengur, læra á það sem því býðst og svo líka bara upplifa þessi velkomið að það eigi ykkur hlutdeild og þetta meðal annars þess sem ég starfa við, að reyna að tengja saman ólíka aðila í þjónustunni, þar sem ég starfa á Suðurmiðstöð með mjög góðu starfsfólki þar. Og svo vinnum við að þessu nánar út í skólum, leikskólum, inn í félagsmiðstöðum og annars staðar það sem þjónusta fer fram. Kalla fram ýmsa nýjungar á síðastliðnum 10 árum sem varða akkurat þetta og í dag kallað það að vinna þá að inngildingu. Þá þjónustan færð einfallega bara nær fólki og fólk fær aukin svona völd eða í einlífi, meiri það segja hvað gerist og þetta Hvernig þá? Já, við tekjum sem dæmi, við fórum í samstarf hér við samtök svo PEP og fleiri varandi fátækt og tókust á við það að það var ekki nástnægilegur árangur í því að rjúfa vítahring fátæktar og það voru komna rannsóknir þetta, börn búa við fátækt og það næst oft ekki að rjúfa þann vítahring og það farið það að stofna til verkefni sem heitir Tinna. Og við fórum og skoðum svona listaverkefni á Norðurlöndunum og í Bretlandi og þá skiptir öllu máli hvaða umhverfið þar gert. Það sé ekki nóg bara að kalla fólki inn á auðvitaðsherbyggi í einhverjum stofnunum, heldur sé að vinna þetta þar sem fólki líður kannski betur. Og það sem settum við upp þetta verkefni, ráðgjafarverkefni Tinnu inn í Gerðuberginu og köllum það þá fjölskyldumiðstöð og tengjum þetta raunlega þá allir starfsemi þar, þannig að þú kemur átta með börnuð þín, það líður eins og bara þú settir svo hverjan að koma þarna en erst að fá ýmsa aðra þjónustu í leiðinni og stuðning og þetta skilað alveg bara ágætis árangri við þetta verkefni að rjúfa þennan vítahring fátæktar. Þó ekki þannig að sé búið að rjúfa vítahring fátæktar, það ekki svo. Hann þarna þá? Já, hann þarna en ég að segja hjá þeim einstaklingum sem kom inn í þetta program og það búið að taka þetta út af yfirvöldum og rannsóknaraðilum og þetta skilar árangri og þetta hefur við kennt á það. Sko ég að segja bara að þarna að sprettu verkefni sem eru ekki bara að segja að þetta sé bara ný sköpun í áður óþekktum aðstæðum og við erum að kalla eftir líka miklu meiri samvinnu við íbúana. Mínum mat allt og mikið gert að því að hanna lausnir sem eru ekki hannar út frá þörfum íbúa og þar eru við að reyna og íbúan ekki þáttakandir í því að það hafi löngu sannað að slík verkefni ganga ekki og eru bara eiginlega dagvist fyrir einhverja millistjórnundur niður á þessi. Líklegri til að hitti mark með þjónustu eða ef þú ert einhvern veginn í sambandi við þann sem að fá þjónustuna og þetta eina stóra áskorun, hvernig náum við þessu samtali, hvernig vitum við
og þegar maður skoðar samfélagið, það var kannski aðeins einfaldara þegar ég var alveg statnu upp þegar fólk kom alls þar öllu landinu, það töluði allir íslensku og svona smá blæðbyrðamunur þeim að norðan og öðrum, en þannig erum við að tala miklu flóknar umhverfi, þarna eru töluð kannski 30 tungumálin í einni stofnun og allt önnur tengsla mynstur í gangi og þetta eiginlega verkefni að aðtapna sig inn í þessu og reyna að skapa þessi tengsl, þessa samvinnu og finna út í hvað leiðir eru bestar við að styðja fólk og vinna með fólki. Sko, það sem ég er að reyna að átta mig á þessa dagana er svona hver er vandinn og og ég veit alveg að þú og þitt fólk er að vinna í alls konar verkefnum og við getum talað það að þú tækir því eins og að vera ásökunum að því væri ekkert að gera neitt og þú kemur með listan yfir því sem þau eru að gera og eitthvað svona eins og þetta væri fyrirspurnatíminn í Alþingi og eitthvað að gagnrýna og Katrín Jakobsdóttir kæmi og við gerum þetta og þetta. Við ætlum að getum ýtt þessu bara aðeins til hliðar, gleymum því. Það er allir að leggja sig fram sem er að vinna í þessu. Effortið er líklega of lítið, það er of lítið sem að er lagt í verkefnin vegna þess að kannski er stjórnvöldum, bæði ríki og sveitarfélögum ekki kannski ljós hvað vandinn er mikill, hvað þarf stórt átak í þessu. Kannski vegna þess að við náum ekki að tala þetta, vegna þess að borgaryfirvöld fara og tala það sem þau eru að gera á meðan að gagnrýnendur eru að tala það sem er að. Þannig að ég er að velta fyrir hvort við getum náð svona einhvern veginn utan það. Er þetta staða sem er þannig að við ættum að líta á þetta er bara eitt af stórum málunum. Að við verðum að gera eitthvað upp í Breiðholti til þess að þarna byggist upp samfélag, en þess að við sjáum alveg merkið þess að þarna getur verið byggt upp gott samfélag og það segir fólk sem að býra þarna upp frá. Að það er samheldni meðal íbúanna og þannig að samfélagið á svona persónulegum grunni, það er ekki vandamálið. Það er ekki þannig að það séu svona endalausar erjur út allt á milli hópa, það er ekki vandamálið. Vandamálið er það að þarna kemur fólk. Það er gríðarlegt vandamál með íslensku kunnáttu, það er vandamál inn í leikskólanum með íslensku kunnáttu, það sem eru kannski bara eins og það tekið dæmi hér af í gær. Edvard Hilmarsson tók dæmi að þegar hans dóttir var í leikskólanum að þá voru 3 af 18 sem að voru með það sem íslenska var töluð á heimilinu. 3 af 18 í hópnum. Hann hefur sjálfur verið að kenna, hann er að kenna líffræði og hann veit að það eru þarna 6 krakkar þarna sem skilja ekkert hvað hann segja. Skilja bara ekkert hvað hann segja. Og þau eru þarna inni, foreldrar þeirra borga skatta, þau eru rétt á það er skólaskylda og þau eru rétt á námi, en þau bara er ekki að fá það. Kennarinn hann reynir sitt besta. Sömuleyti er vanbúnaður kerfisins á að veita þessu krökkum þess að þjónustu lendar á honum, þannig hann er að svíkja börnin sín. Veldur gríðarlegur svona bara það er álag á kennurunum, upplifa þau fá ekki stuðning. Eðvar lýsti því að hann hefði þurft að búa til sín eigin námsgögn. Þannig ég er að velta fyrir mér að því ég heyri svona bara sögur hér og þar. Hvernig myndir þú lýsa stöðunni? Hvað eru við svona nálægt yfir að þetta er alltaf undir kontról? Við höldum bara áfram að vinna með það sem við höfum og eftir 7 ár verður þetta briljant. Er þetta verið þar? Já, ég skal reyna að fara ekki í það að telja upp alltaf sem er að gera. Það efast ekki um það. Ég skil alveg hvað það fara. Ég ætla strax að svara spurningunni sem þú komst með, er þetta eitt af stóru málunum í dag? Það er algjörlega svarið já. Á allan hátt er þetta eitt af stærstu málum sem þjóðin er að horfast augu við, öll þjóðin, ekki bara borgin. Og bara, og það er kannski við komið fram hérna áður, en það er 5% meiri atvinnuþátttaka hjá innflytjendum heldur en íslenskum sem eru upprunna Íslendingar. Við erum með alveg gríðarlega mikla möguleika þarna ef að við höldum rétt á spöðum. En þá þarf fólk að fá þann stuðning sem það þarf til þess að koma hér inn og setjast almennilega að. Og þó það sé verið að gera heilmikið í þá átt, þá þarf að bæta í það. Og þetta er verkefni sem þarf að virkilega vanda til. Ég har verið með ráðgjaf erlendis frá það sem við höfum verið að skoða þessi mál. Við erum löngu búin að átta okkur á því að Íslendingar eru ykkur 10-20 árum og eftir þessar þróun, en hún er að gerast mjög hratt hérna. Og
Þá skiptir máli hvernig við náum því að forðast það sem er svo mikið kallað þetta skautun eða eitthvað polarization, svona það sem að fólk upplifir svona mikil átök og jafnvel að þess ekki hlustað á sig, að það fá ekki tilveru hérna, en það sé nógu gott til þess að vinna hinn og þessi störf, sko. Sem er engin vend að komast að þessari niðurstöðu. Ef við horfum bara yfir sviðið. Já. Þetta er fólk sem vinnur á lágum launum, börnir að koma í skóla og það skólinn aðlaga sig ekki af þörfum þeirra, því að raunverulega eru ekki að biðja merkilegri hlut, þetta eru bara ramp, eins og ef þú var í hjólastól, þau eru bara að biðja svona einhver svona ramp inn í skólakerfið, því það er ekki tölum íslenska heima mér. Þetta er ekki merkilegri hlutir sem fólk er að biðja það er ekki að biðja að samfélagi fara að tala önnur tungumál eða breytist, þetta eru bara tildulega ómerkilegri hlutir sem fólk er að biðja Og það er þannig að þau fái þann stuðning sem þau þurfa og börnin þar með og hættan er svo að ef við gerum ekki eitthvað sem að dugar í dag eða sem best og þá er hættan að önnur þriðja kynslóð verði frústrir, eðlilega, pirruð og þá fari svona hlutirnir svolítið úr skorðum eins og við séð gerast annars staðar. Það sem vel hefur tekist vel til í samfélögum og það er náttúrulega fjölmörg, það er lítið tala oft þau í fréttum, að þar hefur tekist að skapa þessa grunna inngildingu, þess að fólk tala saman, tengist, þess að nágrannar eru í góðu samlyndi og fólk upplifir sig njóta sinna verðleika samfélagina sig hlusta á það. Og þannig að þetta er eftir því og þá er grunnurinn auðvitað í umhverju barna, það sem er leikskóla, grunnskólar, félagsmiðstöð eru, félagslega kerfi þá líka að þróast með. En þetta eru við svona orðið mjög meðvituð allan í kringum mig og þetta er auðvitað stór áskorun, þetta er ekkert einfalt mál og það bara, allar hendur og dekk í þessu máli. Fyrsta skrefið er alltaf náttúrulega rétt greining á ástandinu og það er einhver leyti eigum við í erfiðleikum hana, út af þetta er jarðsprengjusvæði upplifir fólk sem ég veit ekki hvort það sé raunhæft. Allavega þú geti sagt eitthvað hérna sem að einhverjir myndu nota einhvern veginn sem er endanlega sönnum fyrir því að við getum ekki tekið við fleiri innflytjendum. Þú þekkir en á sama tíma getum við ekki reikið þetta samfélag án innflytjenda sko. Nei, það vita allir. Nei, ég segi að umræðin er svo viðkvæm að við náum stundum ekki að ræða hver staðan er. Af því að þeir sem að vilja ræða hver staðan er, sem að segja það, að þeir vilja draga fram að maðurinn sem framdi þetta afbrot hafi verið hælisleitandi. Það er það sem að þeir vilja fá umræðina. En þeir hafa engan áhuga á því að greina hver staðan er, til dæmis í samfélagi í Efra-Breiðholti og hvað samfélagi þarf á að halda til þess að það verði öflugt og gott samfélag. En sko, nú hafa félagsfræðingar og fleiri aðilar greint að mínu mati ágætlega stöðu, svona ýmsum sjónarhornum. Út frá félagsfræðilegri stöðu, það talaði lágtekju hlutfall í hverfu núna nýri skýrslu sem Kolbeinn gefur út félagslegt landslag á höfuðborgarsvæðinu eða svona víðari skilningi. Það eru fleiri fræðimenn sem eru að fjalla þetta en þetta er kannski byrjunin á þessari vegferð að fá miklu meira af rannsóknum og gögnum innflytjendur og ég tel að það þurfa að skoða miklu betur það er skoðanir, það er viðhorf, það er langanir sem fólk hefur því það er ekki að takast í dag í núverandi umhverfi sem við erum með. Ég sé allan ekki í þessari núna umræðu hrinu Breiðholtið mikið talað innflytjendur þar. Ég fór og var að skoða það og ég er bara fyrir í hverfisráðið og það hljóta að vera fullt af innflytjendum og í stjórn Leiknis og í safnaðar heiminn, ég finn enga innflytjendur þar. Það er góð spurning, af hverju er það ekki? Ég segi það, þess vegna ákvað ég ætla að taka eitt hring á Íslendingunum og kannski talaði við Kolbeinn og eitthvað fleira og svo mun ég náttúrulega finna innflytjendunar, það bara verður í einum hringnum, ég ætla að vera að ræða Breiðholti núna í næstu vikunar. En þú ert að rekast á það er sömu áskorun og við höfum rekist á að finna viðmælendur, finna hvernig við finnum þetta samtal. Það höfum við fundið í gegnum menningarsendirana sem eru núna telja fulltrúar 16 ólíka mál og menningarhópar sem eru mjög virkur hópur og hjálpa okkur að miðla þessu samtali upplýsingum inn í þessa bakhópa. Þetta eru mjög stórir hópar
og erum að reyna að tengjast samfélagum, eins og pólska samfélaginu. Bókasafni þeirra er komið inn í þessa fjölskyldumiðstöð sem myndist á áðan, þar sem að að við erum búin að breyta þeirri stofnun eða þeim stað í stað sem er líka þeirra. Og þetta er áskorun. Sko, og líka þetta fara bara á pólskar myndir í Bíóparadís, þá mætir samfélagið, pólska samfélagið. Jú, það er hægt að finna fólk þar. Þú skilur að þetta er sama áskorun og fjölmiðla kannski lendi í, og við erum að lendi í sem störfum með fólki til að fá þeirra input og þeirra samstarfin í þjónustuna. Og þetta er, held ég, liður í þessari þróun að finna út úr þessu. Við getum stytt okkur leiðir í þessu og eigum að gera það með þekkingu annar stað frá, forðast slæmudæmin og sæki þessi jákvæðu, og ég tel að við séum að gera það hluta. Ég held að ég get alveg tekið undir það sjónarmið að yfirvöld þurfa að sýna þessu miklu meiri athygli og taka miklu meiri festu á því hvað við gerum við svona stóran hóp af íbúum sem að bara þeim fjölgar. Þetta er mjög fjölbreyttur hópur, hann er ekki bara fjölbreyttur í þjóðöfnum og málhópum, þetta er lagskiptur hópur, bara innan pólska samfélagsins eða hvað sem það er sko. Þannig að þetta er margflókið mál og þarf virkilega að vinna þetta af skynsemi. Og við höfum mjög margt, það er ekki það sem ég var að reyna að segja hérna áðan á þess að fara að telja upp öll verkefnin, að það er verið að gera margt mjög jákvætt sem skilar árangri. Og það er þetta byggja hluta til á því að við þurfum líka að finna nýja leiðir í samstarfi fólkið. Og gera með meiri afli og leggja í þetta. Því það er mikill ávinningur á því að eitt af dæmunum sem að hann Eðvarð tók var af dóttur sinni þegar hún útskrifaðist úr framhaldsskóla. Þá var hún ein af þeim sem hópnum sem útskrifaðist úr hennar bekk í grunnskóla sem var að klára framhaldsskóla. Þannig að afföllin eru alveg gríðaleg. Ef við lítum svo á að framhaldsskóla menntun sé eftirsóknarverð og það sé betra fyrir okkur sem samfélag að því fleiri sem að gera það, þá er náttúrulega hryllileg ástand ef að einn úr bekknum klára framhaldsskóla. En sko núna er ný grænbók, hún var gefin út núna fyrir áramót, innflytjendamál sem á leiða svo til stefnu, og þar er verið að fjalla með alls þetta eins og brotthvarfið og fleira. Þessum áskorun sem við erum að horfa stöðu við. Og brotthvarf úr skólakerfinu er náttúrulega mjög alvarlegt mál. Því að ef að þú fellur út úr skóla, hefur jafnvel ekki vinnu, sko, þá ert ekki tengdur inn í neinn svona formleg apparat sem að halda utanum við að tengja þig áfram. Og hluta til er þetta líka spurningin hvernig þú tengist bara inn í netverk samfélagsins. Hvernig, þú veist, þegar við, ef ég missi vinnuna, fer ég inn í sund og hitti ég kannski félagið minn sem ég kalla yfir í sturtuklefann. Og svo rappuðu við saman í heita pottun maður en ég veit að það eru komið vinnu. Þessi tengsl eru kannski ekki til staðar og stórfjölskyldu tengslin allt sem við búum að. Þannig að þetta er, og það er fjallað þetta held ég hjá yfirvöldum, en það spurning hvað svo verður gert við það. Þannig að menn eru held ég að verða meira og meira meðvitaðir, en svo þarf að taka ákvörðun og bara fjárfest í þessu. Þetta er bara eins og með alla breytingar sem var orðið í okkar samfélagi, það þarf að fjárfesta þá í þeim breytingum. Það er náttúrulega að gera eitthvað, sko, því að nú er komið grænbók og svo komið hvítbók og svo kemur glærusýning og allt það. Við þekkjum þetta af til dæmis umfjöllun fátækt. Að það er alla þessa öld hafa nýjar og nýjar ríkisstjórnir kallað eftir einhverju skýrslu fátækt. Eins og að þeir sem að sitja við borðið einfallega bara eins og þeir séu að vonast til þess að það komi í ljós að þetta hafi bara verið misskilningur, það sé ekki fátækt þetta. Þannig að það er alltaf verið að gera nýjar og nýjar rannsóknir sem eiga að draga það fram hver staðan er, en það gerir síðan ekkert. Svo kemur næsta ríkisstjórn og hún óskar eftir nýrri en þeir sem að vinna kannski á með verkefnunum, líklega þú og fleiri, þeir vita alveg að það er fátækt og það fyrir ekki bara að vinna í því bara strax og fyrir að gera eitthvað. Þannig að það er stundum verið svo klofni að við erum alltaf á einhverjum svona hvítbóka glærusýninga level að vera einhvern veginn eins og við séum, þá erum við raunverulega ekkert að gera annað en að tala við fólk sem er eiginlega klofið frá samfélagi sínu, þekkir enga sem er fátækur, þekkir fáa innflytjendur og við erum alltaf að búa til einhverja bækur og rannsóknir til að sýna þeim hvernig heimur raunverulega er, en af hverju erum við ekki kannski bara að flytja þá frekar völdin af þeim sem eru bara í þessum samfélagum, sem eru fátækir, sem eru innflytjendur.
sem að vinna með þeim. Það fer ótrúlega orka í því að láta fólki sem ávar að stjórna landinu hafa eitthvað jarðsamband, sko. En það kannski, svo ég heyri þig verið að tala, sko, að það er mikil orka að lögði greiningar og mikið fjallað hlutin, en hugsalega kannski vantar þá hann að framkvæmda þátt og þá út frá kannski því hvernig fólk vil hafa það, hvernig það vil nálgast þjónustuna. Við höfum bara fundið þetta til dæmis í þessu frístundaverkefni sem við höfum verið að keyra í nokkuð langa tíma, frístundi barna í Breiðholti. Að þá heyrum við alveg á fólki að það hefur ólíkar skoðun á því eða ólíkan vilja í sínu uppeldisnálgun hvernig þetta er að vera með íþróttaþáttöku barna og þess áttar. Og þar þurfum við að reyna að vera menninganæm, þurfum að skilja að fólk kemur á ólíku stöðum. Sumi vilja hafa meira áherslu á fjölskyldu svona þáttinn. Íslendingar hafa alveg stuð við það að það sé nánast bara mantra öll börn eigi að vera í íþróttum og frístundum og verja tíma með foreldrum og þess áttar, þetta er svona ákveðin forvarnar skilaboð sem hafa dugað okkur ágætlega. En það eru kannski breytt viðhorf að koma inn í landið með innflytjendum sem við þurfum bara eitthvað með að skilja og skoða með þeim. Eitt dæmi geti verið það að það er innflytjenda fjölskylda sem er að reyna að koma til þessu fótunum í nýju landi og foreldrarnir eru í 2 vinnum báðir, það er 4 vinnum. 4 fyrirvinnur, eldri börnin að þau fara í skólan og þegar þau koma heima þá sinnaðu yngri börnunum, hjálpaðu þeim í gegnum námið og styðja þeim vegna þess að þau eru kannski betur til þess fallin að hjálpa þeim í gegnum námið þegar þau eru betri tök á íslenskunni heldur foreldrarnir og þar hundur göttunum. Þannig að við komum með bara svona einingu sem er bara að berjast fyrir því að koma til fótunum og það er erfitt að tróða einhverju íþróttastarfi þarna inn. Akkurat, þetta er bara praktist ómögulegt. En svo lýsir þessu þarna og ég held að svo varst að lýsa þessu dæmi og ég fer aftur í fortíðina, sko, frá því ég var allast upp í í mínu umhverfi og ég held að þetta hafi verið þannig að fólk var að koma til þessu fótunum. Þetta var líka foreldrar mínu unnu 2 kannski vinnur. Þetta var líka í mín kynslóð upplifið þetta. Þannig að það var kannski minni tími fyrir þetta. Þannig að þarna er einhver kannski kynslóðamunur sem birtist í ólíku muni af fólki sem að kemur inn í land, inn í samfélag og þarf að bara hreinlega að skapa sér sína tilveru. Þannig að við erum ólíku stað, kannski hvað þetta varðar í svona tíma samíkinu og það þarf líka þá að skilja það og styðja fólk að þau forsendur sem þarf stuðning á. En þetta er, það sem ég er bara að reyna að segja er að það sem við erum búin að uppgöta í þessu ferðarlagi okkar þarna er að þetta er hugsanlega miklu flóknara en við áttuðum okkur á upphafi að veita þjónustu sem henta hverjum einu. Það sem ég byrjaði að tala að veri greiningin og svo fór ég að andmæla þannig grænubókunum og svona, þannig að það sem ég átti við þá væri svona, bara í almennri umræðu væri svona greining á því hver staðan væri, þannig að fólk væri að tala sömu hlutina. Og sömu hluti finnst mér hún svo þroskuð að það eru tillögur það að vandamáli séu þá bara innflytjendurnir, ekki svo þjónusta sem að þeir veita, sem er þá líklega það að annarkvæmt verður þeir bara fara eða þeir eru bara að borga skatta og ekki fá neina þjónustu fyrir þá skatta, ef við höfum bara að misnota þennan hóp, að þetta er svona sjónarmið sem að raunverulega bara veður upp í umræðinni og bara kemur bara fljótlega til tals. Já, ég heyri það að það blossar stundum upp bara rasismi og fordómar sem eru held ég bara og við hljótum átt okkur því mjög meiðandi fyrir fólk sem að gera sitt besta og taka þátt í því með okkur hinum Íslendingunum því fólk sem flytjingar eru orðnir Íslendingar og börn þeirra líka og þetta er einhvern veginn umræða sem við þurfum að vara okkur á því að vera að kalla okkur okkur og þau og þið og við þetta eru bara börnin okkar í heild sinni, sko. Og gerða þær óeðlilegar kröfur til fólks að þau eigi að skila barninu svona fulltalandi á íslensku í skólan, 5 ára eða 6 ára, á þess að töluðu íslenska á heimilinu. Þetta er bara, það er ekki hægt að standa stundir þessu. Skólinn hlýtur að þurfa aðlaga sig að því að fólk talar ekki allt íslensku og það er líka að taka ákvörður það að hvað á millimálið að vera. Ef við ætlum að hafa íslenskuna sem millimál, að þá verðum við að gera stór átak í íslensku kennslu á öllum kynslóðum. Því að annars getum við dinglað í ástandi þessum að íslenskan gæti verið millimáli eða enskan og það er kannski Pólverji að tala við Tælendinga á ensku á Íslandi
ég held að þau ekkert að óskætti því. Ég held að þau myndu gjarna vilja bara tala íslensku saman. Ég meina, í þessum hópi, svo ég vísi það hjá menningarsendurunum, þar alveg skýr bara löngun hjá öllum sem eru flesti foreldrar að börni þeirra læri íslensku. Það máli sem að við stefnum öll að. En þetta má ekki vera einmitt í svona skautaðri umræðu að annarkvort eða það verður að vera hægt að komast áfram í þessar umræðu og mér varst bara áhugavert þegar að hérna blossaði upp umræði kringum sveitarstjórnarna Vík í Mýrdal og mér finnst mjög áhugaverðar hlutir sem eru í gangi þar. Það sem búið að skipa fasta nefnd hjá sveitarfélaginu og það töluðu enska og það var gagnrýnt í opinberri umræðu sem að ég átta mig ekki alveg á því hvernig fólk vill þá sjá hlutina þróast áfram ef að það á að gera þá skýlus og kröfu að það sé bara töluð íslenska inn í slíkri nefnd. Það eru mikla líkur á því fólk bara hreinlega mæti ekki að fundi. Það þarf að vera einhver grundvöllur svo mjögum okkur áfram í þessa átt. Það er alveg skýrt markmið og ég hef ekki ennþá hitt neitt í þessum hópi innflytjanda sem vill ekki stefni þá átt. Fólk vill verða hluta af samfélaginu, vill læra íslensku, en þetta tekur tíma. Og það kannski gleymist í því þessar breytingar sem við erum að fara í gegnum, þær gerast ekkert bara kynslóð, þetta tekur tíma. Já. Og á millitímanum að þá þarf að vera mikil túlkun í gangi. Það held ég að þurfa að vera í öllum fundum þurft að vera þýtt yfir fram og tilbaka á tungumálum til þess að allir hafi sömu aðstöðu og þetta er bara tiltölulega lítill kostnaður miðað við ávinningin ef að allur hópurinn upplifir að hann tilheyrir þessu samfélagi. Stór liður hjá mér í bókhaldi eða kostnaði túlkaþjónusta. Það mikil túlkaþjónusta við það. Og svo það hinn hlutin á þessu og það sem ég pæli í bara sem stjórnandi og sá sem ræð fólki vinnum, hvernig endurspeglar starfsemin og starfsfólki það samfélag sem það starfar í. Og það líka önnur pæling hvaða tungumál talar það fólk sem að eru utlandsfagmenn, eru að vinna kennarar og fleiri og hvaða reynslu heim færi fólk með sér inn í sitt faglega starf. Því þetta skiptir máli og við vitum að það sem vel hefur tekist til, þar hefur verið svona aukið að herra hlutar fólks með annan bakgrunn en þarlenda bakgrunn sem kemur inn og þetta líka mál og þetta hluti af stefnu sem dæmi velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg að fjölga fagfólki með svona annan bakgrunn. En það ekki til mikið af því, Nei, ég veit það. Og hún nefnir túlkana, þetta getur verið bara vandamála því það bara uppselt, Það er bara erfitt að fá túlk. Og við höfum lækkað kröfur íslensku kunnáttu. Þetta komið í atvinnuauglýsingar. Þannig við lýsum bara eftir góðu fagfólki með fjölbreyttan bakgrunn. Það bara þannig sem við auglýsum. Og almennt erum við bara óska eftir landsliðun þarna uppbyttir í til starfa. Við viljum bara fá gott fólk og þetta mjög áhugavert umhverfi sem við erum að starfa þarna í og þetta mjög áhugavert og skemmtilegt hverfi, Breiðholtið. Ég hef sagt það hérna að því að nú eru forsetaframbjóðendur að vera að fara á Strandir eða upp í Borgarnes eða á Suðurlandið. Ég hef hvert að fara bara upp í Breiðholt. Það eiginlega svona eitt sérstæðasta samfélagið á Íslandi. Alveg rétt. Herðu, Óskar, takk fyrir að koma hingað. Hjálpa okkur að halda áfram umræðinu Breiðholt. Sem við munum halda áfram, við munum fá fleiri gesti hingað til þess að ræða Breiðholt, því eins og Óskar sagði, það verður eitt af stóru málunum. En við ætlum að snúa okkur núna að öðru máli. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is